Þegar Jenny María Unnarsdóttir talaði að hana langaði að fara í flugnám hjá Flugakademíu Keilis á Ásbrú var henni sagt að hún fengi aldrei vinnu sem flugmaður, námið væri of dýrt og það væri ekkert að gera í bransanum. Hún ákvað að sýna hvað í henni bjó, kláraði námið með glæsibrag og stuðlaði að samstarfi flugskóla í Flórída og Keilis. Við hittum Jenny Maríu á heimili hennar í Reykjanesbæ. Ég fór í kynningsflug 16 ára gömul. Þá var ég alveg handviss að það yrði ekkert annað í boði fyrir mig að gera heldur en að fara í flugnám. Það var hjá Keili og heillaðist mjög mikið af vélunum hjá þeim. Nýja vélar, nýr skóli, mjög framsækin flugskóli, allt í gangi hjá þeim og allt bara þvílíkri útþenslu. Já, það var alveg kveikjan að því að ég ætti bara alveg að drífa mig í þetta, þannig að ég dreif framhaldsskólanámi af á 3 árum og byrjaði einkafluginu haustið bara þar eftir. Útskrifast maí 2013 og byrjaði haustið þar eftir. Það er ekki verið löng skólaganga hjá Keili þá heldur? Nei, í rauninni ekki. Það sem að ég byrjaði haustið 2013 í einkafluginu og fékk svo að byrja janúar 2014 bara í atvinnuflugmannsnámi. Var ekki alveg búin en fékk smá undanþágu hjá þeim og gekk svo vel að fljúga og kennarinn alveg bókaði mig hægri vinstri og alveg frábær með það að gera. Þannig að þetta bara gekk bara alveg eins og ég ætlaði mér að láta ganga og fékk þá að byrja í rauninni hálfu ári fyrr heldur en ég ætlaði. Og hvernig var nú námið hjá Keili? Námið, bara mín námsleið, ég var bara mjög ánægð með það. Ég tók modular leiðina, þeir eru komnir með samtvinna atvinnuflugmannsnám líka. En ég fór þá í einkaflugið, hafði mjög gaman að því, fékk að fljúga ein þar eftir og byrjaði svo í atvinnufluginu. Þá var námið harðara, svona bóklega námið. Bara alveg frábært og það kynntist ég fullt af fólki hvaðan á var heiminum, þar sem að námið er á ensku og það er bara Íslendingarnir eru orðnir í minnihluta. Þannig að það eru rosalega mikið af fólki frá Danmörku og Svíþjóð sem er að koma inn að læra og ég var mjög ánægð bara með námið í heild sinni og hvernig allt gekk fyrir sig hjá mér í Keili. Þér að þakka að það er samstarf á milli flugskóla Keilis og á Flórída. Já, því var komið í kring bara núna daginn og það er bara að skýrast allt saman núna hvernig þetta mun verða og ég var fengin í það að halda utan þetta samstarf. Þetta er svokallaði bara þetta er auka bara viðbót við flugnámið þannig að fólk getur farið út og ná sér í flugtíma úti og reynslu og þetta er bara eitthvað sem ég mæli eindreiði með og kendi mér rosalega margt og bara maður nær þvílíku sjálfstæði í fluginu sjálfur og verður bara alveg í öðru landi að fljúga og allt á ensku og enginn til að aðstoða þig ef þessi þörf í rauninni. Þetta var flugskólinn sem ég var hjá ótrúlega hjálplegur og mér leiði rosalega vel þar kveiknaði hugmyndin. Ég er mjög ánægð með að Keilir hafi skrifað undir viljayfirlýsingu samstarf við skólann úti. Ég tel að þetta getur verið mjög spennandi tækifæri fyrir nemendur skólans og þetta verður gaman að fylgjast með þessu og fylgja þessu eftir í náinni framtíð. Nú ertu að ljúka atvinnuflugmannsnáminu við blindflugsréttindum. Hvað tekur við? Hvað tekur við? Það er svo sem svolítið óljóst þessa stundina en það eru ýmsir valmöguleikar í boði. Það sem hefur verið að heilla mig mest er að ég get sótt starf úti og bara atvinnuflugmannsstarf sem first officer, sem er flugmaður í hægra sæti. Get gert það eða þá farið í kennarann og námið þannig í tímana. Það eru þessir kostir sem ég er helst að hugsa um. Nú ert þú ýmsum hæfileikum gædd. Annað en að fljúga og hafa áhuga á flugi. Þú spilar á píanó. Langt síðan þú lærðir á það? Já, það er í rauninni svolítið langt síðan. Ég lærði þetta bara í æsku og hætti svo þegar ég brotnaði. Ég var einhvern veginn á unglingsaldrinum eins og svo margir gera, byrja smá að missa áhugann og hætti svo þegar ég handleggsbrotnaði en hef einhvern veginn alltaf leitað í þetta sem einhverja ró, bara hálfgerða útrás í að setjast og spila þessi helstu dægurlög, bara mjög til gamans.
og verið ævinlega þakklátt fyrir það að geta gert það, bara yndislegt.